Velkomin á heimaleg fjölni sem heitir Reykjavíkur. Ég Fjölnis spila númer 5, Gauti, númer 6, Kristján Þór, númer 7, Sölvi Snær, númer 8, Steindór Gunnarsson, númer 12, Viktor Örn, númer 14, Trausti Geir, númer 15, Aron Gunnarsson, númer 17, Jarl, númer 21, Orri Grétar, númer 25, Hilmar, númer 30, Birgir Þór,
Góða kvöldið og verið velkomin á þennan leik í Egilshöll í herrsdeild karla, þar sem heimamenn í liði Fjölnis taka á móti Skautafélagi Reykjavíkur. Ég ætla að byrja á að lesa upp lið gestana. Númer 2 er Daniel Steinþór Nordal. Númer 6 er Markus Máni Ólafsson. Númer 7 er Benedikt Bjartur Olgeirsson. Númer 9 er Axel Snær Orangan. Númer 11 er Styrmir Steinn Mokk. 12 er Pétur Andreas Mokk. 14 Ómar Freyr Söndruson. 16 Brynjar Bergmann. 18 Sölvi Freyr Atlason. 22 er Bjarki Reyr Jóhannesson. 23 er Kári Arnarsson. 24 er Robby Sigursson. 26 er Daniel Jan Otuoma. Númer 29 er Ævar Þór Björnsson og hann í markinu. Númer 40 er Þorgils Máni Eggertsson. 51 Níels Þór Hafsteinsson. 52 er Gunnlaugur Þorsteinsson. Númer 74 er Kári Guðlaugsson. 83 er Otri Reyr Franklinsson. 95 er Jóhann Már Kristjánsson. Þjálfari er Gunnlaugur Thoroddsen og liðsstjóri er Olgeir Olgeirsson. Ég ætla að lesa lið heimamanna Fjölnis. Númer 5 er Haukur Freyr Karvelsson. Númer 6 er Kristján Hróar Jóhannesson. Númer 7 er Sölvi Snær Egilsson. Númer 8 er Steindór Ingason. Númer 9 er ekki með, þannig að númer 12 er Viktor Örn Svavarsson. 14 er Hjalti Geir Friðriksson. 15 er Aron Knútsson. 17 er Jaroslav Pisjakov. Númer 21 er Orri Grétar Valgeirsson. Númer 25 er Hilmar Benediktsson. 30 er Birgir Þór Birgisson. 33 er Úlfar Andreasson. 18 er Drú Barron. 72 er Atli Valdimarsson og hann byrjar í markinu. 77 er Arnar Karvelsson. 79 Guðmundur Freyr Helgason. 84 er Viktor Jan Moisek. 86 er Hilmir Már Ingvason. Númer 88 er Tómas Stúdi Vídal. Þessi lið hafa þrisvar mæst í deildinni í vetur og SR hefur vann fyrstu 2 leikina, svo vann Fjölnir 3. leikinn, þannig að við vonum að þetta verði bara æsispennandi leikur sem við sjáum í kvöld. Fjölnismenn sækja markið og Ævar grípur og fristir pökkinn. Fjölnismenn ná að halda pekkinum inni. Robby fyrir SR. Það er dæmt rangstæða. Sem þýðir að einhver leikmaður SR hafi verið komið inn fyrir bláu línuna á undan pekkinum. SR vinnur uppkastið, droppar pekkinum inn. Kári er núna með pökkinn. Bara þarna. Styrmir. Og SR að skora fyrsta markið. Það var Styrmir Steinn Mokk. Þetta verður nú eiginlega að skrifast á vörðina hjá Fjölni.
komu Fjölnismennir. Vestfirðingar blokka. Vestfirðingar reyna að koma pekkinn út fyrir svæðið. Fjölnismenn halda honum inni. Koma SR-ingar, hraða sókn, 2 á móti 3. Mikil barátta pekkinn. Atli kemur pekkinu frá markinu. Barátta í horninu. Vestfirðingar ná að halda honum inni. Það var bara löglegt. Þetta voru Fjölnismenn brotlegur. Það var leikmaður númer 8. Steindór Ingason sem fær 2 mínútur. Nú eru SR-ingar í powerplayi sem þegar eru 5 útileikmenn á móti 4 með Fjölni. Hann Steindór fekk dómur fyrir interference eða hindrun. Og SR skorar hérna annað mark, það er leikmaður númer 9. Axel Snæll og Rongan sem setur hann. Og þar að leiðandi spila lið Fjölnis full mannar aftur. Því að dómurinn núllast út ef liðið sem er í yfirtölu skorar. Styrmir hjá SR. Vörn hjá SR-mönnum og það er dæmt ísing. Það þýðir að pökkurum má ekki fara bæði yfir miðju og endalínuna á þess að koma við kilvu eða mann. Og
fá flisspökkun aftur í liðið sem gerði í sigurna. Það ætti kannski að nefna það að ég heiti Fanny Aspar og er að lýsa mínu fyrsta leik í ishockey. Þannig að þið verðið bara að sýna mér smá biðlund. Þetta er skot á SR. Þeir hafa verið mun grimmar í þessi fyrsta leikluta, leikmenn SR. Pökkurinn fór í raun og veru út fyrir glerið og ég misti hérna, það var dómur. Leikmaður SR fær 2 mínútur fyrir slassing. Leikmaður nr. 12 sem er Pétur Mokk. Fjölnir sýndir hérna upp í sókn og Kristján Hróar átti að skota markinu sem Ævar varði. Steindór. Þegar lið er undir skipað aðeins vegna það eru færri inn á og þá er ekki flautuð ísing á það lið. Komu Fjölnismenn. Þessir senda pökkinn langt fram. Hálf mínúta eftir að powerplayi Fjölnismanna. Skelfileg sending hérna. Beint á tilvinna hjá Esseringum. Fjölnir vinnur pökkinn aftur. Flott sending, það komið biðdómur, dómarinn bara rétt upp hendi. Fjölnismenn. Og flauta sýnist leikmaður númer 74 hjá SR. Það er 2 mínútur fyrir tripping. Það er Kári Guðlaugsson. Eða á íslensku er það víst kallað fella.
þetta gerist bara rétt eftir að SR-ingar voru orðnir fullmannaðir. Þannig að Fjölnir heldur áfram í powerplayinu. SR-ingar ná ekki að hreinsa yfir. Steindór. Kristján, hann er búinn að vera gríðarlega öflugur í þessum leik. Mikil barátta. Viktor með pökki núna. Þetta er Hilmar. Setur á Aron. Nú við vörninn er Guðmundur Freyr. Nei. Það er búinn að vera Sölvi. Nei, þetta er nummer 17, Jaroslav. Þetta vinna SR-inga og senda pökkinn alla leiðina yfir. Og skipta. Mjög mikilvægt að ná að stoppa þetta til að fá ferskar fætur inn á ísinn. Þetta er Tómas. Jaroslav og Gunnlaugur berjast. Þetta er Gunnlaugur og Kári. Styrmir nær ekki skotinu. Hann heldur pekkinu. Þetta er eiginlega hættulegt hérna fyrir framann, en Fjölnismenn má koma pekkinu frá. SR-ingar orðnir fullskipaðir. Danir reynir að gefa á Axel. Sendingin mistekst og Fjölnismenn komið með pökkinn. SR-ingar vinna strax aftur. Þetta er Axel, fyrir með SA-maður. Þetta er ríðarlega öflugur strákur. Fjölnir. Úlfar. Vel varið hjá Ævari. Flötu Ísing. SR-ingar vinna uppkastið. Skot fram í markinu. Jæja. Það eru Fjölnismenn. Aron. Þetta alla leið. Vantar aðeins herslumuninn. Fjölnismenn liggur eftir á svellinu. Sýnst það er Hjalti. Það er Aron.
SR skorar 3. markið þetta. Mjög fallegt skot. Sýnst að það hafi verið Bjarki á þetta mark. Þannig að staðan orðið 3-0 í þessum leik. Og það eru 4 mínútur eftir að fyrsta leikhluta. Það var leikmaður númer 2, Daniel hjá SR, sem skoraði með stóðsendingu frá Ómarinu. Þetta var leikmaður númer 2, Daniel Steinþór Nordal, sem skoraði. Þessar ykkar hefja hérna sóknina, stilla upp. Þessar ykkar vinn aftur, en Fjölnir aftur kom með pakkinn. Það er Aron, Viktor með honum þarna. Ja, dómari flautar. Leikmaður SR, númer 40, Þorgils Máni Eggertsson. Að Þorgils fekk 2 mínútur fyrir cross-checking. Skot frá Steindór Ingarsinni, en Ævar ver það. Fjölnismenn finna upp þess að pökkurinn fer allir leiðina yfir í svæði Fjölnismanna. Þess að pressa mjög vel. Aron. Fjölnismenn eru að gera of mikið af mistökum. Danielu með skot sem er framhjá. Drú sendir pökkinn aftur fyrir mark Fjölnismanna. Reynir með sendingu á Hilmar og hann heldur pökkinu. En Axel nær honum. Skot af mark en það er framhjá. Nú hlaupir einhver harka í leikinn.
Dómur. Með 25. Fjölnir Hilmi Bendisson er að fá 2 mínútur fyrir röffing. Það var bara hennilega slagsmál. Það leika 25 og Fjölnir Hilma sem fær 2 mínútur fyrir röffing. Já, Axel er skot á mark sem Atli ver. Axel sendir hérna yfir. Níelsen, já. Axel er skot sem Atli ver. Uppkasti á svæði Fjölnis. Varnarsvæði Fjölnis. Fjölnir vinnur uppkastið. 30 sekúndur eftir að fyrsta leikhluta. Tómas. Jaroslav með honum þarna. Jaroslav, nei, Esteiningar vinna. Og það er Daniel. Það er nummer 40. Skotamark. Og Atli verið skot frá Esteiningar bara á síðustu sekúndum fyrsta leikluta. Nú ætla ég bara að taka smá pásu, fá með kaffi og kem aftur þegar annar leikluti byrjar.
Jæja, við erum komin inn í annan leikhluta og hann byrjar með látum. Eskfirðingar voru að skora mark. Það var leikmann númer 18, Sölvi Freyr Atlason, sem skoraði mark SR. Fjölnismenn með pakkinn, í baráttu í horninu. Koma pakkinu fyrir en þar var enginn. Trúin var ekki nógu vel staðsettur fyrir hennar pakk. Hjalti með gott tjekk hérna. Fjölnir stillir upp. Hjalti. Styrmir nær honum. Það var Aron Knútsson sem átti að skota á mark, en Ævar varði og fristi puckinn. Að sjá dómarna sem leik. Það er Óli Þór Gunnarsson sem er aðaldómari. Svo eru Guðlaug og Ingibjörg með honum. Þessi er að fara upp á takkinn. Góð vörn á Fjölni. Barátta. Tómas Tóti Vídal. Og þetta er ísing. Þegar það er ísing, þá má liðið sem að sendi puckinn yfir ekki skipta leikmenn. En hitt liðið bara að skipta. Nú blokkar að skot frá Daniel. Þessi er ekki að koma. Ómar. Styrmir, Ómar Freyr. Viktor. Þeir setja puckinn á Orra, en það var ísing.
þess að ef talað rangan dómar að ræða þá uppkastið tekið á miðjunni í staðinn fyrir að fara inn í varnarsvæði Fjölnismanna. Þetta var rangstæða. Leikmaður númer 9 var komin inn á undan inn í svæðið á undan bekkinum. Leikmaður númer 14 hjá Fjölni, Hjalti Freyr. Var 2 mínútur fyrir slassing. Og leikmaður SR númer 23, Kári Arnarsson, var líklega bara persónulega dómar fyrir að rífa kjaft. Dómarinn spjalla við starfsfólk í ritarabóksinu. Núna spila liðin 4-4. Já, heiti á dómnum líklega abuse of official. En að mótmæla í dómaranum. Það 2 mínútur fyrir. Blokkaraði Sölvi skot. Þannig flautaði dómarinn vísingu. En það var ekki rétti dómur og þar með taka þær á miðjunni. Þannig að hvorugt liði í raun og veru græði á þessu uppkasti. Fjölnir vinnur uppkastið. Og Tómas fyrir SR. Bjarki og Axel á hörku skot á mark sem Atli tekur þar. SR ennþá með pökkinn. Fjölnir nær honum. Hættan búinn í bili. Ennþá staðan 4-0 eftir að SS skoraði 3 mörk í fyrsta leikluta. Nú Axel kominn 1 fram á móti markmanni. Og Atli tekur þetta. Pökkun ennþá laus á góð vörn og Fjölnismönnum. Tómas og Fjölni og pökkinn. Styrminu SR. Það var þetta Drew Barron. Styrmir. Það missir
stjórnina á pekkinum. En þeir eru áfram með pekkin, SR-menn. Með skot á mark sem tekið af vörninni. Þannig að vera Atli skot. Hjalti í baráttu. Kára, já. Ekki þarna til að taka á móti. Ómar fyrir SR-inga, sendingu. Það var reyndar skot sem sóknarmaður. Ekki þessi. Steindór, flott skot á mark, en Ævar ver. Hluti ísing, það er greinilega eitthvað, þess er eitthvað ósáttur við þann úrskurð. Þetta var réttu SR-ingum, þetta var ekki réttu dómur, þannig að þeir taka uppkasti á miðjunni. Dómararnir eru víst bara mannlegir. Gott spil hjá SR-ingum, en Fjölnir nær Úlfar. SR-ingar komnir, pökkinn, missar hérna á miðinni og það er Úlfar sem nær honum. Flott sending. Ekkert dæmt. SR-ingar ekki verið til að fá tripping dóm, en það var ekki. Kári fyrir SR. Það er ekki skritt á þessu smá ruglu, það er Kári sem gaf að Kára. Það er ísing. SR heldur pekkinum. Fjölnismenn pressa. Og sending hérna á Ómar Frey. Yfir upp. Leitar að samherja Fjölnir nær pekkinum. Rúi hérna með sendingu á Úlfar. Já, fyrirgefðu á Tómas. Styrmir. Það er bara alla leið. Markmaðurinn í einhverjum heimleikum. Já, góð markvarsla hjá Alla. SR með skot.
Fjölnir kemur upp. Hilmar. Úff. Þarna hefði verið möguleiki. Vel gert. Atli kemur vel út á móti tekkinum en Eskringar ná að setja hann í markið. Það var leikmaður Eskilsson í 51 í hinn skóla sem skoraði með stóðsendingu frá Gunnlaugi með 51. Já, það var sem Níels Þór Hafsteinsson sem skoraði markið með stóðsendingu frá honum Gunnlaugi. Steindór sendur bakki fyrir. Gunnar heldur honum. Í Hjalti. Grimmur. Ekki nógu góð sending yfir á Úlfar. Gunnar aftur komið með hann. Kristján Hróar. Fyrir skot sem er framhjá. Og Atli mjög góða markvörstu. Leikmaður Fjölnis brotlegur í uppkastinu. Þessar vinnur. Skot sem Valdimar tekur. Senda pökkinn allavega yfir. Það verður eiginlega að segjast eins og að þessar menn eru miklu sprækari. Það sem af er. Kári og Styrmir hafa verið mjög ábyrgandi í þessum leik. Sölvi hérna. Það er dómur. Leikmaður númer 36. Það er 2 mínútur fyrir röffing. Leikmaður númer 86, Hilmir Már Ingvarsson fyrir boxi í 2 mínútur og þá eru Eskringar komin í powerplay. Og Atli Ver skot frá Styrmi. Skot sem er framhjá. Axel. Sölvi. Markmaður kom í jafnvægi. Þarna var skot í þverstöngina. Ég sá ekki hvort að Atli hafi hönd á honum.
SR vinnur uppkastið en missir þess að út úr sóknarsvæðinu. Þannig að þeir fara alveg tilbaka til að hefja sóknina að nýju. Aron og Haukur Freyr taka á móti þeim. Það er ennþá mínúta eftir af yfirtölu SR. Níels Kára, Níels og pökkun laus en Atli nær að frysta hann. Þetta var svolítið hættulegt. SR vinnur enn eitt uppkastið. Það er Kári með skota mark. Fjölnismenn hreinsa og pressa á þá. En SR ekki að halda pekkinu vel. Koma hérna upp. Og Atli ver mjög vel. Og aftur hreinsa Fjölnismenn frá. Dómarinn er liðinn, þannig að Fjölnismenn er aftur og fullskipaðir. Fjölnir skiptir beint út á fyrir Steindór. Úlfar og Steindór frammi. En SR mjög falleg sendingar í þvert yfir ísinn. Og skot framhjá. Þetta á Fjölnismenn halda á pekkinu. Tómas Arnar þarna og Steindór sýnist mér vera baráttu í horninu. Þess er ekki að vinna pökkinn. Róa leikinn. Það er Bjarki sem kemur hérna fullur seglir sendur og Pétur Mokk. Og Atli með mjög fína markvörslu. Já, Atli tekur þetta. Skotur á markvörsi. Þrátt fyrir að staðan sé 5-0 þá hefur Atli verið að taka gríðarlega marga mikilvæga pekki. Og SR vinnur enn eitt uppkastið. Velti með pekkinn, sendur aftur fyrir á Viktor. Það heyrir maður með hann hérna. Og Ævar frysti pekkinn. Fjölnismenn nota tækifærið og skipta og fá ferska leikmenn aftur inn á. Og það er Viktor Jan sem fer í uppkastið á móti Sölva. Fjölnismenn halda pekkinum. Voru liðinu til að halda upp í góðu spili eins og staðan er núna.
Vartækifæri hjá Fjölnismönnum. SR komið með valdapekkinum. Styrmir enn einu sinni að sóla Fjölnismenn alveg upp skautunum. Daniel hérna í baráttu. Hilmar. Viktor. Það er Aron sem er bakkinn. Reynir flotta sendingu á Hilmar sem getur ekki upp. Þetta er halda pekkinum, Fjölnismenn. En SR, nei. Markmaður er komin úr jafnvæginu en það tekst að halda pekkinu fyrir utan markið. Og Sölvi sem er tekið niður Fjölnismönnum. Og svo er Arnar Karvelsson. Kári skot, það er yfir markið. Þetta er Tómas, sendir á Steindór, sem er ekki að halda bekkinu. Vestfirðingar að vinna, mikið barátta. Og sending, Tómas, Stúti, Steindór, barátta fyrir framann markið, en Ævar nær að frysta pökkinn. Já, SR ekki að vinna uppkastið. Fjölnismenn pressa vel núna, Grimmir. Tekst ekki að snúa á SR-menn. Það kom biðdómur, hendinn á dómarnum komin upp. Leikmaður sitt hvort liðinu sem fær 2 mínútna dóm fyrir röffing eða slagsmál og það er leikmaður númer 86 hjá Fjölni sem er Hilmir Már Ingvarsson og svo leikmaður númer 52 hjá SR sem er Gunnlaugur Þorsteinsson. Þannig að bæði lið spila núna með 4 leikmenn á ísnum. Hjalti með pökkinn, skot sem Ævar tekur. Og annan leikfluti búinn. Og staðan er 5-0. Við tölum harka í leiknum og ég tek mér smá pásu og sé ykkur aftur í byrjun 3. leikfluti.
Með blóðvort og svala, sem svo mikið mútið drengina verði bara klaka það langjöfnum og það. Og ég bomba þessu slafar og liður henni fallega svört eins og íslenska bjára og mamma og pappa er bara ég það sem ég vil bara segja. Og þá er þriðji leikluti hafinn. Það enda hálf mínútu eftir á dómunum. Kemur Aron fyrir Fjölni. Skýtur yfir markið. Góðu færi. Vesseninga vinna pökkinn. En Fjölnir. Það er Hilmar, Viktor, Hilmar og Kristján Hróar. Og hann heldur. Tómas kominn fyrir markið. Þú veist ekki skotfæri samt. Það er Hilmir sem er með honum. Og Viktor, já. Reynir að senda pökkinn yfir, það tekst ekki. Tómas. Vesseningar fyrir hraðasókn. Það er Níels, sendur á Gunnu. Vel varið hjá Atla. Fjölnir tapar pökkinum. Það er ykkur misskilningur hérna í skiptingunni. Steindór er pökkið fyrir Fjölni. Tekst ekki að koma hann fyrir markið. Það er ennþá barátta. Og Úlfar. Tómas. Steindór með pökkinn fyrir aftan markið. Bein skot. Hittir ekki. Og það er Pétur Mokk. Tekst ekki að gera markur á sig, það var Ævar Þór. Nei, það var. Það er Kári. Atli Ver. Já. Atli Ver aftur. Barða í horninu. Og Úlfar. Sendur á Tómas. Það er Aron. Dómur. Leikmaður númer 9, SR-inga, Axel Snæll og Rangan. Fær 2 mínútur fyrir interference. Eða hindrun. Já, Fjölnir var þetta uppkast, það var Tómas. Hilmar með pökkinn. Hilmar reynir skot, það er tekið af vörn SR.
Aron. Setur á Hjalta. Hilmar, Aron. Hilmar, Aron. Aron. Andrew, Baron. Hilmar. Vel gert hjá Aroni að halda pekkinu minni í svæðinu. Henni Drú. Aron reynir skot, vörnin tekur það. Tómas. Það eru rétt 20 sekúndur eftir af yfirspilinu eða powerplayinu. Kristján missir pökkinn út fyrir. Það var dæmd rangstæða. Úlfar fyrir uppkastu á móti Kára. Og Essaringar vinna þetta. Steindór heldur pekkinum. Bökkur lausur frá markið. Leikmaður númer 23. Já, SR, Kári Arnarsson, skorar 7. mark SR. Vörn Fjölnis alveg steinsofandi. Virðist vanta alla baráttuvilja í strákana. Níels, þetta er Sölva, Gunnlaugur, Arnar sendir fram á Sölva, pökkurinn fer út fyrir ísinn, þannig að það er nýr pökkur. Og Fjölni vinnur uppkastið. Þetta er nú Aron. Haukur Freyr fyrir fram að markið. Viktor. Stór glæsilegt mark hjá Fjölni. Leikmaður númer 25. Hilmar Bendisson sem skoraði. Já, og Aron og Viktor fengu stig fyrir stoðsetningu. Gott að Fjölnir skuli vera komin á blað. Kári hérna skot fyrir SR og skorar. Kári Guðlaugsson.
7. mark SR. Þannig sýnir maður hvað mikilvægt að sóknarmennir tala að skrýna, þá þeir fyrir markmennum, þegar markmaðurinn sér ekki skoti koma. Og oft það eina leiðin til að koma pekkinum fram hjá markmanninum. Það eru 13 mínútur eftir að þriðja leikhluta. Þarna verður leikmaður SR fyrir því að stíga á pökkinn og þá mjög erfitt að halda jafnvægi. Það er dómur. Interference eða hindrun á leikmann SR nr. 22. Bjarki Reyr Jóhannesson. Já, Fjölnir vinnur uppkastið. Þeir eru núna í yfirtölu næstu 2 mínútur. Og Aron Knútsson sem átti þarna skot að marki framhjá. Fjölnir vinnur aftur pökkinn. Það ein hluta. Það er Aron, Hjalti, Hilmir, Hjalti, Aron. Reynir að koma á drjú, tekst ekki. Þannig að SR nær að hreinsa og skipta út leikmönnum. Skelfileg sending og SR skorar 8. markið. Þetta er leikmann nr. 23, Kári Arnarsson, með annað markið í röð. Þetta er svolítið mikið leikur kattarins af músinni. Þess vegna hafa alveg gríðarlega yfirburði í þessum leik. Það er Úlfar. SR konur í sókn. Já, Atli þarna sýnir frábæra takta í markinu. Hann vissi ekki alveg hvar pökkurinn væri en var vel staðsettur. Það þarf maður að geta náttúrulega markið sem SR skoraði áðan var í shorthand, eða þess að þá voru þeir í undirtölu. Það er Viktor, Hjalti, sendur á Hilmar, Vestfirðingar
vinna og það er Styrmir. Sýnst Atli ná þarna. Viktor Jan og setur á Hilmar. Atli, nei, Hjalti býður á bláu. Tekur slappskott sem Ævar ver örugglega í marki SR. SR vinnur pökkinn. Reynir sendingu þvert yfir ísinn, tekst ekki. Fjölnir nær. Arnar Karvilsson með pökkinn. Sendur á Hjalta. SR-ingar vinna. Ekki stefnt á þetta. SR-ingar ná að halda pökkinum inn í sóknarsvæðinu. Haukur Freyr pressar á hann. Tómas Markus reynir skot. Atli ver það. Væstaringar. Sendir inn á Kára Arnarsson. Grófa bara leikinn, sendir síðan á Níels. Þetta eru hörkuflottir ungir strákar sem SR er með. Og Atli hristir pökkinn. Það er mjög auðvelt að þekkja ungu strákana frá þeim eldri vegna þess að þeir spila með grind fyrir andlitinu til 18 ára aldurs. Þá er þeim frjálst að velja hvort spila áfram með grind en festir gera það. Atli tekur hérna skot frá Kára. Til Kristján í baráttunni. Gunnlaugur, já. Viktor tekur hérna skot frá Þorgils. Það er SR-ingar áfram með pökkinn. Það er komið biðdómur. Dómarinn er búinn rétt upp hendina. Leikur verður ekki stoppaður fyrir Fjölnismenn missa pökkinn. Þannig að þeir hafa möguleika og markmaðurinn skautar út af og þá eru þeir konur með 6 sóknarmenn. Þeir eru enn með pökkinn. Kristján Hróar. Hann hefur greinilega mist pökkinn út á svæðinu og þá er leikurinn stoppaður. Leikmaður númer 18 hjá SR fær 2 mínútur fyrir röffing. Fjölnir eru þá enn einu sinni konum í yfirtölu en því miður hafði nú ekki náð að vinna en nota það nógu mikið í þessum leik. Drú vinnur uppkastið fyrir Fjölni. Það er skot frá Hilmari. Hjalti sendur á Aron. Hjalti missir pökkinn. Markus tekur hann af honum. Sendir yfir og Fjölnir er ekki að halda pökkinum inn í svæðinu þannig að þeir stilla upp aftur. Það er Hilmar sem fer bara í gegn. SR-ingar ná að hreinsa frá.
Aron skautar hérna upp. Skot á mark. Essaringar hérna var Daniel. Daniel sendur á Daniel og Kári sendur á Kára. Já. Og Kristján Hróar. Mistar sendingi hjá honum sem átti að fara. Steindór. Já, dæmdur rangstæða réttilega á Daniel. Það verður eiginlega viðurkennast að það hefur verið bara unun að horfa á lið SR spila hérna í kvöld. Það hefur verið svona létt leikandi, góðar sendingar, eins og kallað tape to tape. Men að það hafa bara, hlutinni virðast bara hafa gengið upp hjá Fjölnismönnum. Og svo virðist oft gerast að þegar lið lendir svona undir að þeir fá faraðir svolítið kannski að treysta bara á eigin og fara að innspila. Og það virkar mjög sjaldan í íshokkí. Þetta er Sölvi kominn fyrir Fjölni. Hann missir bakið frá sér. Það kemur Haukur aðstofar. Essaringar vinna pökkinn. Pétur Mokkarna og Arnar í einhverjum. Axel og Rangan, gríðarlega snöggur uppsvellið. Hann hjalti sér út af henni frá. En Essaringar halda. Já, það er Arnar Karvelsson og Haukur Freyr, strákarnir hjá Fjölni. Atli varði markinu en tókst ekki að halda pekkinum. Ómar Freyr og Axel. Þetta fer í varnarmann og Atli nær að bregðast vel við í markinu og pekkurinn fer alla leiðina yfir. Og SR menn leggja af stað. Brynjar. Þorgils og Styrmir eru þarna í baráttunni við Aron. Viktor með pökkinu svo er. Aron. Essaringar konir fram. Sölvi eru konir 2 og 1. Já, þeir eru að spila alveg ótrúlega vel Essaringarnir. Skoraði þetta 9. markið. Ég ætla að vera alveg viss að henni segja hver skoraði þetta mark. Já, það var sem leikmaður númer 18, Sölvi Freyr Atlason. Skoraði 9. mark SR.
Það verður að játast að þetta er bara hreint og klárt burt. Áfram haldar, þetta er Níels. En mér syns nú Atli hafa hanska á þessum pekki. Kári fyrir SR. Sendingi mistakes. Þetta er Daniel. Setur á Kára. Hann eru konir. Já, Atli tekur þetta. Það var svo ótrúlega að segja að hann er búinn að fá 9 mörk á sig. Það var búinn að standa sér ótrúlega vel. Við sittum vörnin taka þetta skot. Styrmir. Og Atli ver og heldur pekkinum. Rétt rúmlega 2,5 mínúta eftir að þriðja leikhluta. Uppkast á varnarsvæði Fjölnis. Fjölnir vinnur þetta. Það var Arnar Karvelsson sem fyrir upp með hann. Það var nú bara dómarinn fyrir pekkinum. Já. Þetta virðist bara góð vörn, góð markvarsla. Þetta fyrir varnarmann. Það Brynjar. Þessi einhver eru stór hættilegir hérna fyrir fram markið. Hérna vinna Fjölnismenn. Það er Drú. Máttlöst. Pétur Mokk. Viktor á mótunum og þarna kemur Steindór Ingarsson. Hann er búinn að standa svo ótrúlega vel í þessu leika Steindór. Hann enda pökkunum hjá Axel. Dómar er bara rétt upp hendina, það er biðdómur. Og það er leikmann númer 9, Axel Rangan, sem er að fara í boxið fyrir tripping. Hann tekur það væntanlega ekki meiri þátt í þessum leik þar sem aðeins 1 mínúta og 10 sekúnda eru eftir að þriðja leikluta. Og þó ýmislegt sem mögulegt í íshokkí, að skora 8 mörk á réttum mínútu er líklega aðeins svo mikið. Steindór heldur hann minni. Úlfar, Steindór, Úlfar, einn skot, en Ævar verða örugglega í markið SR. Kristján Hór nær að halda. Þarna er Viktor. Ævar ver. Það tekst ekki að halda pekkinum. Og
Tómas hérna og Kristján Hróar reynir skot sem Ævar ver. Tómas. Bjarki reynir skot. Það fyrir varnarmann. Sölva sinns mér. Nei, Kristján Hróar. Úlfar nær bekknum. Já. Það var þessi leikur búinn. Þessi endaði með sigri gestanna í SR 9 á móti 1 marki Fjölnis. Við erum bara að þakka ykkur fyrir samfylgdina. Það er aldrei að vita nema að heyra seinna. Bless.